Góðan daginn, Birta. Góðan daginn, svona. Við erum eitthvað annað þreyttar hérna. Ég er ennþá með bara svona... Stýrunar í augunum. Já, og bara svona svefnröddina. Já. Þú veist, það er svona nývöknröddina, ég er bara svona... Ógrís. Þetta er stuðið mitt. Ég er ekki búin að svona tegja úr mér almennilega. Nei. Fattar þú hvað ég meina? Þú veist... Sorry, Ég veit að geispa smitandi. En, já. Þú ætlar ekki að smita mig. Nei. En ég held við þurfum þetta te more than ever. More than ever. Við vanlega tökum upp, eins og við sagt áður, svona seinnapartinn, en við erum svona... Það er nú ekki morgun þannig séð. Fyrir hádegi, samt. Fyrir hádegi. Fyrir klukkan 11. En við áttum líka báðar erfiðar nætur. Já. Já. Ángríns. Akkur á nóttu þín erfið svona... Að ég náði bara ekki að sofna. Ég bara lendi svona 3 nætur í röð. Hvað er ruglið það? Ég ligg, ég næ ekki þess að komast í REM-sleep, sko. Ég er ekki eins og í draumasóninu. Nei, Ég er bara nei. liggjandi með lokuð augun og ég svona heyri allt umhverfis mig. Það er ógeðslega ömurlegt. hræðilegt. Ég var bara svona, þegar vekjarklukkan hringdi ég bara, ertu að djóka það? Ég er ekki eins og sofnuð. Úff, og veistu eitthvað af hverju þetta er að gerast? Ekki mynd, sko. Ertu að fá þér, þú veist, eitthvað orkugefandi seint á kvöldi eða eitthvað þannig? Ekki neitt, sko. Fæ mér kannski 1 nokkuð á dag Já. og ekki einu sinni kaffi með því, sko. Nei. Ég er búin að vera svona að reyna að detoxa, ég veit ekki hvort það ég sé í frákvörum og ég þurfi koffín eða... Það hafa nokkla að virka öfugt. Já, ángríns. Vá. Svo þrótað, sko. En þú? Var lítil stelpa að halda það vakandi? Já, Ekki draugur þá. Nei. Nei, já, það er lítið stelp í bumbunni sem er fyrst ógeðslega gaman að sparki mig. En þátturinn í dag, Þátturinn í dag. við skiptum alveg umræðinni. Heyrðu, við ætlum að byrja að tala um styrstral okkar organic skincare. En mér er stann líka að passa svo vel við topic dagsins. Já, það gerir það. En því að topic dagsins er bara rútína. Bara verið í rútína. Rútína Og eitthvað sem er klárlega í okkar rútínu er skincare. er skincare. Sjálfsög. Ein vara sem ég nota örugglega alla daga frá þeim, ekki örugglega, ég nota alla daga frá þeim, náttúrulega ylvatni. Já, Og every morning. já, bara í gegnum Every daginn, sko. noon. Já. Þú veist, ef ég kem heim eftir vinnu, fyrir Já. sinni eitthvað annað, þá bæti ég á mig eða eitthvað. Já, true. Kashmir, Kashmir, our favorite. það er, þú veist, ég þarf að fara fram að nýtt, sko. Já, mitt er að klára, sko. Já. Það er bara mjög lítið eftir. Já, mjög lítið. Ég nota of mikið, Ég sko. líka, mér finnst bara svo góð lykt. En það er svo góð lykt að þessu. Þannig að, þú veist, ég get ekki, þú veist, að því lyktin fæsist mjög vel á þér yfir daginn og ég hef líka spottað þetta, þú veist, ég hætti að finna hana því þetta er bara orðið mín lykt. Svo stundu verið bara svona, er ylvaslyktin að mig farin? Og svo spyr ég, þú veist, Gunna eða einhvern annar bara, nei, skilur, en Já, þú já. bara venstin sem Bara er gott fast í- sæn. Já, það er það. Að Maður því- vill ekki sjálfur líka finna lyktina. Nei. Þannig séð. Nei, að því, þú veist, ég hef alveg pröfað ylvat sem að ég hef síðan ekki fílað og ég svona finn lyktina í allan daginn og þú veist, æfættur og Það fær maður svona ógeð bara. Já, það fær maður bara svona ógeð, Já. þetta er bara svona verður að þinni lykt en aðri finna Svo það. sammála. I love it. En það er Mælum svona með Kashmir. Kashmir. Frá Lauga spa. En það er svona eitthvað sem að er 100% í minni rútínu alla daga. 100%. Þó svo ég er að bæta mig að gera skincare oftar. En það er er kannski ekki Það er alla daga. Það er eitthvað að taka á tepið, eða? Nei, alls ekki. Sko. Sko, það er ekki að gera skincare alltaf daga? Jú, þú veist, auðvitað, ég þrjá mér húðina og allt það. En ég segi, þú veist, ég set ekki mask á mig alla daga. Nei, maður á ekki að gera það hvort það er alltaf daga. Nei. Mútið þessu viku. Já, og svo þú veist eins og vítamíndrópanir og þannig, ég set þá ekki alla daga. Nei. En ég gera það á svona dögum svona sem að mér finnst ég vera svona ekstra þurr. Já, ég gera það líka. Settu myndum á mig 7 drópana í gær. Já, án að fórst að sofa. Já. Svo næs. En ég segi þú veist, svona everyday routine, þá er það Kashmir. Já. En svona every 2-day routine, þá er svona alls konar aðri hlutir. Já. Eins og glósemur, serumið og svona. Getum talað upp endalastu hlutum. Já, við getum verið allan dag. Bara tala um þetta. Já. En ok. En topic dagsins. Rúndina. Það var mjög skrítið. En ok, I did that. Komin í svefngalsa með hana. Án djóks. Aðeins að reyna að vakna. Við erum að vakna hérna saman. Það er gott. Yes sir, ok, góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, ég tók saman nokkra svona morgun ávana frægafólksins. Ok, I love it. Bara, og eitt sem að þeir eru öll sammála Magnus er mamma. Eat a Frog. Já, hvað er það? Þarna bókin.
Þetta eitthvað áratilagi, ég veit ekki hvort það getur bók. Já, ég held sér bók. Já, það að þá átt að gera það leiðilegasta eða mikilvægasta verk dagsins fyrst á morgnana. Byrjaðu daginn á borða froskinn og svo í lok dagsins ákveðtu hver froskur morgundagsins verður og klára hann leið og vaknar. Það fucking sniðut. Ég held að froskurinn minn sé að æfa. Það? Þú veist, ekki, þetta þarf ekki að vera leiðilegt. Þetta bara mikilvægast. Bara klára það af. Mikilvægast. Það svona, fíla ég svona mikið að æfa first thing in the morning. Þá var það búið og þá var ég allan daginn til að gera allt annað. Ég bara frá hjartaáfallinu, ég held að vera að segja að vera leiðilegt. Ég bara gaur, því finnst það ekki leiðilegt. Nei, alls ekki. Þetta bara svona að klára þetta. Af því að ég get, þú veist, ég nefnilega þannig að ég get ekki tekið æfingun á seinnipartinn. Þá slepp ég því frekar. Já. Þannig að ég held að æfingin sé minn frag. Bara, já, ógeðslega góð punktur, sko. Ég, þú veist, að því að ég sammálaðir, mér finnst miklu betra að klára það af að vera búin að æfa. En nú var ég að vinna og það er að mæti vinna nákvæmlega 9. Það er ég vakna svo snemma til að vera búin að æfa. 7:30? Já, mér finnst það svo snemma að það gerir þetta svona það erfiðara. Þannig að þá segist ég að það gerir þetta seinnipartinn. Svo gerir það ekki. Svo gerir ég ekki neitt. Nei. Og það er líka bara saman með öll þessi celebrities, þau segja það líka. Já. Og bara ef þau gerir þetta ekki first thing, þá gera þau það ekki. Já. Svona klára þau af. Ég komst í góða rútínu fyrir þess, þú veist, þarna þegar rétt árum sumari basically kom. Þegar sumar kom hérna áður en sumari kom. Með þér. Manstu, þá var ég að mæti réttina með þér á mótana. Á 2020? Já. Gaur, hætti núna alveg, sko. Hvað rektor voru við mæti? Smárlindina hefur verið klass og svona. Já, þú fórst með mér, já. Alveg rétt. Nei, ekki Ökvarf, ég heldur hvað þetta er hitt, þannig að Egilshöll. Já, ég man eftir núna. Vá, mér líður svo langt síðan það var. Það var 5 ár síðan. Já, oh my god. En það var á þessu ári og þá var ég að mæta mástu fyrir vinnuna. Við mættum líka bara stundu 5, sko. Eða 5:40 eða eitthvað. Vorum að vakna. Who were we? Ángríns. Jokes. Ég er að gera það fyrir svona viku eða eitthvað en. Já, þú crazy. Þá varst þú líka í skólanum, já, þetta var þegar þú varst í skólanum og ég var í vinnu. Já. Þannig að þetta var ógeðslega hentugt. Við erum að gera þetta aftur þegar ég er ekki með bumbu. Já. Það sem ég má gera eitthvað. Dótri. Bara eftir apríl. Eftir apríl. Fyrir sumarið. Algjörlega. Hljómar vel. Og þá er maður líka ekki, eða þá ég ekki að mæta nýju vinnuna. Nei. Það er ekki ekkert. Þá get ég mætt aðeins seinna. En ok, allir borða froskinn. Allir borða froskinn. Og fyrstu sem ég er með er Kate Hudson. Hún fer með andlitið í ísbað. Þegar vaknar. Það er fucking örgulega ógeðslega þægilegt. Eitthvað sem ég þarf akkurat núna. Það er ísbað. Er það ísbað? Já. Bara dýfa andlitið mín. Ég held í alveg að örgulega ekkert meira ferskandi, sko. Það hljómar ekkert betra. Nei, ángríns. Það er bara svo mikið maus að gera það. Já, og eiga klaka og þú veist, ef maður er ekki með klakavél og eitthvað er alveg. Já. Bara. Þú veist, ef ég væri með klakavél, þá var það minnstumáli heimi. En þá, þú veist, þurfa að búið svona klaka í svona boxi. Já. Og í hvað er leðilegt. Já, og líka bara svona ná í skál og eitthvað svona ískalt og bara láta renna og svona. Þú veist, ég væri bara svona að gefast upp á leiðinni, sko. Já. En ég var til að pröfa þetta samt. Jú, vá, ég líka. En hún er allavega bara fyllir skál með miklu mís og smávatni. Shit. Hún stingur andlitin í og reynir að vera eins lengi og hún getur. Og þetta frystibað vekur hana mjög fljótt og mýkir einni andlitshúðina og gefur henni ljóma. Það er mikilvægt sens. Mér líður bara eins og alla pores séu bara minka og bara já, og líka bara, þú veist, glowing. Maður stundur svo þrútin ef maður sá illa til dæmis og maður svona bauga og eitthvað. Bauga og vá, þetta er geðveikt tipp. Ángríns, getur báða að pröfa þetta í fyrramáli? Já, í fyrramáli. Já. Þú verður bara beint að kaupa klæga. Beint að kaupa klæga. Á, ég taka næsta bara. Já, það er spennandi. Já, Brittany Snow. Ok. Hennar tipp er Brittany Snow, er leikurinn ekki hérna Riverdale, er ég að bylla? Brittany Snow. Hún getur verið, hún sé úr Riverdale, ég manna bara ekki. Nei. Alls ekki. Og ég sá okkur að lélega mynda af henni. Þetta er Pitch Perfect gælan. Já. Þetta er hérna ljósara gælan. Já, hún hérna segir að maður er að búa til svona eigin playlista til þess að peppa sig í ganga á mótnana. Það er hljómar ógeðslega vel. Og þá ertu alltaf bara með þín uppáhaldslög. Þá stendur hérna hjá mér Pitch Perfect stjarnan.
allavega að við verðum með tilbúin lagarlista það gerir skapið geggjað og bara hún blastar það bara heima á sér þannig að ekki allir sem geta gert það þú veist, ef maður býr í fjölbíli eða eitthvað maður getur bara blasta eitthvað 7 á morgnana eða bara þú veist, þú ert að vakna undan makanínum eða sískjunínum eða börnunínum whatever, skilur, já en allavega, þetta kemur inn í stemmara maður getur bara sett þetta bara í heyrnartólin 100%, ég hugsa þetta meikar ógeðslega mikið sens stundum bara er ég svo þreytt að mér dettur ekki eins og svona hlut í hug ég er bara eitthvað, þú veist bara svona zombie móti, já þá þannig ég í morgun, sko eða bara alla morgna heyrðu, Jessica Alba hún segir mér að ég æfa með vinkonsum já, ég vákvæði sammálaður Jessica Alba bara vera með góða partners á morgnana og hún segir mitt að þú æfir ekki á morgnana þá myndir líklegast ekki gera á kvöldin af því að maður verður svo þreyttur eftir alla atburði dagsins sem maður fór í gegnum svo sammálaður en á sama tíma það var svo gott að bara hitta vinkonu sínar í leiðinni þetta er líka það sem ég finnst eins og ef þú ert að æfa með vinkonu þetta er svo mikið accountability þú veist, þetta er svona, þú veist já, ég sagði við Sunnu að ég ætla að hitta hana bara mætt já, ég bara mætt, þú veist, ég get ekki beila á þenni ef maður væri eitthvað, þú veist ég veika eitthvað, þú veist, eitthvað svona þannig en það er samt alveg ógeðslega margir ég er alltaf æfið alveg oft með vinkonum mínum það er ótrúlega margar sem er ekki með þetta hugurfars bara, ég er búin að bóka með þarna skilur já, ég get ekki þú ert þannig, sko já, ég hef það ekki í mér þú ert bara mætt bara ennþá með þú veist, slípumaskan á þér, sko. Já, bara basically í náttfötunum, með bara ég kom samt. Svona, þú veist, bara að reyna að refa þig, þú mætir allavega. Þú veist, ég er kannski fáránlega þreytt og kannski er æfingin umuleg, en ef ég sagði þess alltaf fara eitthvað, þetta er líka bara þrjóska, sko. Já, ég er eins, sko. Já, ég veit hvort eins, já. Leði ég búin að bóka mig með einhverjum í ræktina, þá er ég mætt, annars myndi ég bara svona, snúsa, skilur. Það sem finnst mér miklu þægilega að tala við þig eins og þegar vorum að gera hans fyrir sumari. Eitthvað svona, ok, erum við að mæta 6, erum við að mæta 6 og þá, þú veist, að meðan vorum SMS það var ég bara fuck eitthvað voru báða svona en vissum bara að við myndum ekki æfa eftir vinnu og skóla þannig að við mættum bara og það var líka svona ekki pepp að hafa hver aðra á línunni þó sem báðar ekki nenni sig þá er það bara svona ok, let's do this, við getum gert þetta svo easy við vorum á leiðinni og ég var kannski stundum voru við Egilshöll sem var nær þér stundum voru við Smálendinni sem var nær mér og eitthvað þannig og bara eitthvað svona, ert þú með banana? Nei, fuck eitthvað sem auka sokkar, nei, fuck það var bara eitthvað svona maður glemdi alltaf ykkur ertu með lás já, redda þess alltaf eitthvað bara svona, svona, maður fá hanglætt eftir og ég bara eitthvað glemdi, þú bara, já en hei, maður fór maður gerði það og hún segir, hún Jessica að þetta er ekki uppáhald hennar að æfa nei, og í sammálinni en það hjálpar henni að draga úr streitu og vinur hennar haldi henni áhugasamri og að bara hún elskar bara að stunda jóga og gera eitthvað svona spinning class og eitthvað svona saman það er svo næs mannstu þú alltaf að vakna í spinning já, vókunum duglega, getur gert það aftur já, ég hef ekki farið í spinning í bara mörg ár ok, ég verð að segja, bara, ég verð að skjóta henni ég tók viku við tókum 2 vikur eða 3 vikur í Boston ég og Karína vinkona mín og pröfuðum alla mismundi íþróttir nice. það var eitthvað passi í Boston sem þú gæst downloada og fækstu þú veist og þetta var svona þú veist þú varst með kredit og eins og segjum að ég verið með 3 kredit eða þú veist, ég varst bara með 100 kredit eitthvað og svo kostaði svona x mikið kredita fyrir tíma alls þar þannig að þú veist það var svona eitthvað frítt trial í byrjun í janúari fyrra allir byrjun í ári og svona þannig að við báðum að downloada þessu og vorum bara að pröfa staði hér og þar skemmtilega sem ég gert því að það gerði þú veist, sumt sem við fórum á var fucking leiðilegt, en þetta gerðist alltaf, það var alltaf gaman að fara, þú veist, hvað erum að fara út í? Það er geðveikt. Já, og við fórum í spinningtíma og bara, ef Birgitta er að hlusta eða eitthvað frá vörklass, ég ætlaði sko að senda Birgitta því ég var úti bara að þetta er mesta fucking snild sem við veitum. Það voru spinningtímanir, þeir voru alltaf nefnd, þau hét alltaf eitthvað. Já. Og ég fór eins í spinningtíma sem hét bara The Kardashian Exes. What? Og það var bara að spila lög frá fyrrverandi kærustum Kardashian-systrana. Það var ógeðslega gaman. Ég var bara, vá, hvað þetta er gaman. Þú veist, það var það bara að tæka og þú veist, Friends Montana, þú veist, sem var þetta Chloe og þetta var bara svona, hann getur ímyndað hvað ég skemmti mér í þessum, hvað lag kemur næst. Svo kom Bieber-lag og ég var bara svona,
Hver er þetta bíb? Já, ég var bara, var ég að þetta? Jú, já, hún alltaf orðrómar Courtney, en byrju, hún var það samt ekki, þetta var bara geðveikt skemmtilegt. Var orðrómar Courtney og bíb, Justin Bieber? Courtney mín. Besta mín. Alveg hennar. Doldi. Nei, ok. Slaka doldi á. Já. En já, þannig að þú veist, og svo hétu tímandi kannski bara eitthvað ABBA, það voru bara ABBA-lög og það var svona gett skemmtilegt. Hafa svona þema. Hafa svona þema á tónlistinni. Þetta, já. Því að, þú veist, ég er ekki að setja út á spinning, en það er alltaf saman playlistinn hjá öllum. Það er það. Bara ég stundaði þetta rosalega mikið og ég var bara svona, ég var byrjað að labba út af þessum lögum. Já. Alltaf þegar lagið þarna, Du hast. Já, ég var ándjóðs farin. Ég er ekki að tjóka, ég er ekki að vera dramatísk. Ég lappaði út. Það er svo þreytt lag, sko. Bara svona nenni ég að hlusta á sama lagi alla daga, alltaf sama helvitis Du hast lagið. Ég bara þúli ekki þetta lag. Og það var svo hátt í eyrun og þetta. Já, ég er ekki þessu væpi hérna, sko. Bara sorry. En kannski hafa einu sinni í mánuði svona þema, einu sinni í viku, eitthvað svona þema, þú veist, eins og bara skýra, þú veist, ég lofar að það er einn tíma sem bara Du hast og þá mæti ég ekki hann. Já, en bara skýra eins og vera bara með einn tíma sem heitir bara Kardashian Access, bara eitthvað einu sinni í mánuði eitthvað svona, og þá bara gekk gaman og þá er maður einmitt bara á spinningtækinu Já. Og svo hérna I Hit It First með Ray J kom og ég var bara í kasti Oh my en god. þú getur ímyndað hvað tími var fljótur að líða í spinninga því ég var alltaf spennt fyrir næsta lagi Nákvæmlega. Þannig, já. Það er geggjað. Það er ekkert erfitt að undirbúa eitthvað svona. Nei. Þú veist, sem spinningkennari. Nei. Og svo einmitt bara eitthvað svona taka, þú veist Það er að taka alls konar Taylor þema. Swift Access, skilur Já. það Allt Calvin Harris bara. Nokkri viðbótum. Já. Okay. Svona. En þú veist, já, það er svo gaman að gera eitthvað þannig. En Já. þetta var ekki að skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt. En ég var... Alls konar svona þema. Já. Og svo pröfum við líka í þessari viku okkar trampolín. Oh my god, mér langar svo að Manstu því ég var pröfa. alltaf að pröfa þetta? Já. Þetta var svo gaman, sko. Ekki ímynda mér. Hvað er skemmtilega trampolín? Og fekk bara svo lítið trampolín fyrir sjálf að sig var að gera eitthvað svona og þetta var bara sjúklega skemmtilegt með teygjur og eitthvað svona oh my god. Og gerlan sem átti þetta, sko, sem var stjórninsveit úti hún leit svo vel út, sko. Ég skal trampolínast allan daginn ef ég fæ lítið svona út, sko. Hún var sem sagt, hún var svona cheerleader fyrir Boston Celtics. Damn. Já. God damn, she looked like it, sko. Já. Og hún var bara, átti bara svona trampolínstúdíó og maður bara, þú svo mikið góls. Gríns. Það var ekki að eiga trampolínstúdíó. Já. Wow. En sorry, Jessica Alba sammála mér að spinning er skemmtilegt og eitthvað. Já, hún elskar jóga og spinning. Mér finnst mjög margar stjörnir fara í jóga og spinning. Já, og Pilates. Pilates, ég hef aldrei pröfað það. Ég verður til að pröfa það. Ég pröfa hot Pilates. Hvað er Pilates? Hvað svona hreyfing? Þetta eru basically eins og jógarhreyfingar eða svona þannig. Já. Þetta er allt bara svona your body weight og þannig. En aðeins meira speed í þessu heldur en jóga. Já, ok. Þú veist, hvað er hvað að meina? Þú veist, það er ekki ég fór í þannig í svona hot sal þú veist, maður myndi fyrir hot yoga en hot Pilates á fáránlega erfitt. Hefur að fara í hotfit í vörklass? Já, þeir eru alltaf á svona vélum eitthvað. Já, stundum, já, eru það þannig. Síðan í eitthvað svona bíómyndum og svona raunveruleika þáttum. Alltaf eitthvað svona, liggja á svona bekk og sparka aftur eitthvað svona dóti og til hliðar og það er Pilates, já. Þetta er alls konar. Já. Interesting. Ég bara þarf alltaf að fá svo mikið púls, annars er ég bara að líða mér þess að ég ekki fá þetta úr æfingunni. Já, það er mjög máli, þú veist, jóga og Pilates og þetta er svona allt, og svona slow, svona það er eitthvað sem ég myndi vilja taka sem svona aukaæfingu. Já, þú veist, af því að þú ert með miklu meiri kistla og svona crossfit henda þér það svona ókslega vel. Já, nefnilega. En fyrir suma hendur þetta líka. Já, bara, ef þú fýlir svona hreyfingu, bara geðið. Já, bara allir finna sig. Ok, næsta hjá mér, Lea Michele. Já, það er hérna Glee-stjarnan. Glee-gælan. The Glee-star. The Glee-star. Hún fyrir gufusturtu á hverju morgni eftir að hún fæði sér a quick cup of coffee. Og hún fæði sér fyrst kaffi fyrir sturtu. Og ég ímyndið hvað hann heitt. Já, ég bara fæði smá svona þunga yfir mig. Það fyrir hún í gufusturtu. Hún gufar bara í sjóðandi heitu sturtu þannig að hún sé bara alveg steaming. Ég er enda að gera það líka. Já, ég er alveg þar, sko. Ég veit ekki hvort ég geta það á mótnana. Ég gæti það kannski eftir æfingu á mótnana. En annars myndi ég held ég bara sopna, sko. Já, ég myndi bara lappa inn í sturtu, bara fara í gufu. Ég var bara dugg.
Ég reyndar sko, það ástæðan okkur ég alltaf frekar lengi styrta á mótnana, bara eins og morgun, þá fór ég bara í heitstyrtu og svo var ég bara svona, ég var ekki að gera neitt lengur, ég bara stóð þarna. Já. Og bara kósi. Einmitt. Slet bara vatn, en ég fer í svona berrennandi heitastyrstu, sko. Sem ekki gott maður stuð að leiða maður stuð yfir mig daginn. Það er brútal. Ég fer í alveg frekar kaldastyrstu, sko. Ég er alveg þar, ég hita mig aðeins upp og svo bara reyni ég að hafa hana frekar kalda. Það er fljótari líka. Það er fljótari og líka hárið höndlar ekki hitan. Já. Þannig að ég vil ekki vera með hita. Ég er með alltaf eitthvað svona í hausnum á mér. Nei, þetta er alveg rétt hjá þér, sko. Já. Og ég hef stundum gert það þannig, þú veist, ég líka með svona haus sem maður getur kveikt á vatninu á hausnum. Svo það bara líka mann þá? Nei, þú veist, þá er ég bara ógeðslega heitu, svo fer ég úr og svo bara stilli ég á ískalt og bara fer yfir hárið mitt bara með köldu, bara til þess að svona taka hitavatnsdóti úr, ég veit ekki hvort að það virki. Kísilinn og eitthvað. En þú veist, ég ger þetta stundum ekki alltaf, eins og morgun var ég bara hell no, ekki svona neitt kalt á mig. En jú, ég hef stundum gert þetta bara skóla yfir með köldu af því að ég er hrædd að hafa bara brennt það. Það geti gæst. Maður veit aldrei. Já, það sem að hún gerir þetta til þess að svitna út öllum eiturefnunum og líkamann sínum. Sem hvað, mynduðist þegar þú varst svomandi? Bara yfir gærdaginn Já, svo. Þau skal sér að drekka áfengi eða bara eitthvað skilur. I don't know what she does, ég þekki hann ekki. Ég held að Bubbi Mortens var líka alltaf í gufu á mótnana. Já. Það er óslega næst að vera gufu. Já, það er alveg fucking næst. Hann var að tala um í einhverju viðtali sem ég var að hlusta á. Hann fór í gufu, fyrir gufu, svo labbar að þeim býrbrækstur upp í sveit, svo labbar hann bara út nakin. Ég svo, það gæt mikið góls. Það sér enginn, skilur. Nei, ég veit það, en ég gæti ekki labba bara út í garðinu mér nakin, sko. Ef ég myndi vita, enginn myndi sjá það, þá myndi ég alveg gera. Já, það? Já. Ég veit ekki, ég bara hugsa hversu kalt það er. Já, nei, ég hugsa þessi svo ógeðslega næst að ég var alveg farið í gufu og ég er bara svona, ég er að kapna. Já, en þú þarft alveg að vera x lengi til þess að fá það stig. Já. En þá er örugglega næst, já, að labba nakin. Og bara fersloft. Já. Bara sveitaloft. Já. Vá, mér finnst það hljóma sjúklega vel. Það hljóma vel, sko. Að ég er svo mikið kuldaskræfa, þannig að leiðum mér orðið það heitt, þá geti ég. Já. En þið verður ekkert svona það heitt nema þú værið með dígufu. Já. Svo ég fær aldrei að labba út nakin bara eitthvað svona... Bara úr styrstunni. Já, skilur. Það þarf að vera bara svona, já, mér er það heitt. Já, bara þú veist bara að kafna. Já. Ok, en þegar hún fyrir styrstu... Sorry, ég ætla að hætta að trufla þig. Þá exfoliatar hann líka með sinn tvisvar og byrjar að vera á þurrbustun og nota svo eitthvað heimabaka skrúbb sem inniheldur kókosolíu, púðursykur eða sjávarsalt og ólífuolíu og geymir það rétt á baðherberginu. Ég myndi bara fá mig lega skrúbbuna og stytti þér tíma, sko. Já, það hljómar, hann er sjávarsalt og olía og meira nærandi, þannig að ég myndi bara að kaupa það. Já, just. En það gekk að skrúbba sér svona og gekk að morgun úr því. Hljóma vel, sko. Já, þetta samt myndi eins og ekki passa fyrir okkur. Nei. Þannig væri bara að taka allt brúnkukrem af okkur. Já. Og það var bara, damn. Ekki á hverju modni. Ég gæti ekki skrúbba með einhverjum einsta modni og það væri bara brúnkremið mitt bara RIP, sko. Ég segja það. Þú veist, ég vildi óski gæti þess. Já. Að ég væri bara, þú veist, ég byggi bara í sólalandi og ég get ekki ímyndað mér að það sé gott að skrúbba sér 2 sinnum okkur með einasta degi. Nei, er það nokkuð? Þú ætti bara að taka alla fituna sem er þarna til þess að gefa húðin raka á eitthvað. Já, það er enda að kekkaði punktur. Það er líka bara ekki svona örfan og mikið. Nei, maður má ekki strippa húðinu of mikið því að það er svona náttúrulega olíu sem að líka minn nota til að hjálpa húðinu. Þessum má maður alltaf ekki nota að skrúbba andliti. Nákvæmlega. Herri, já. Ert þú með eitthvað? Ég halda fram með þennan. Ég skal taka eitthvað. Ég með vingunum mína Kim Kardashian. Kimmy mín. En fannst þér ekki líka algengt svona þema yfir hjá öllum að þau tala að þau vakni snemma. Hvað er það? Ég elska vakna snemma. Ég vakna alltaf snemma og þegar við segjum þegar ég segja, oh my god, hvað er það? Þá er ég að tala að því að þú styrir að vakna 5:45. Já, þau er náttúrulega hafa nóg að gera, sko. En ég vakna samt alltaf snemma, sko, þannig sé. En ok, Kim fór í viðtal hjá Pús. Síðunni hjá kostningarstasjan. Og þar var að tala bara svona, how can Kim do it all? Og viðtalið byrjaði setninguna eitthvað svona, we all have the same amount of hours in a day as Kim Kardashian.
ekki að finna því ég á þetta ekki alltaf sagt Beyoncé? Já, að ég á kaffibolla sem þetta stendur Beyoncé. Já, það kemur henni að stela þessu. Já, eða púsar henni að stela þessu Kim. En hún segir á venjulegum degi þá vakna ég klukkan 5:45 til þess að fara á æfingu klukkan 6. Og ég ætla bara að skjóta hans inn í. Mér finnst þetta pínu pirrandi að því að ég veit þarna Kim. Og hún með ræktina heima þessu. Og þú þarfst að labba út í fokkin bílskur. Við þurfum að setjast inn í bíl og keyra. Ok, en kannski COVID ertu búin að græja eitthvað aðstöð sem geggjað og allt það. En yfirleitt. Það miklu meira ferli. Við þurfum að vakna kortir fyrr heldur en hún skilur. Já. Þegar hún að vakna kortir fyrr að fara heim til sín. Já. og svo kannski erum við að keyra. Ef við kannski vaknum ef við kannski að keyra rættina og við fötum þetta bensín, svona litli hlutir skilur. En ok. Sérstaklega Íslandi líka maður, það er alltaf svo dimmt og kalt og þú þarft að skafa. Já, skafa. Ég menn einast. Almáttur, ég hata skafa. Já. Líka, þú veist, ok, hvað er verið, ég lendi í þessu morgun, hvað er verið að skafa og það fer ekki af. Þannig að þú þarft að bíða. Það er hræðilegt. Og þegar maður ráðferði, ég er bara svona, come on, ég actually lagði á mig að nenna að skafa til þess að flýta mér en það bara fór ekki neitt af. Nei, og þú þurfti bara að bíða eftir að búin að hita spil. Hata. Hún segir hérna, ég vel æfingafötu mín kvöldina áður. Nú, er það, já, ok. Já, ég gera þetta stundum líka, ég pæli. Já, hún bara til þess að hafa þið reddi, svo ég veitir nákvæmlega hvað þið eru. Nákvæmlega, hún segir, ég, þú veist, er bara með þetta mjög basic, þú veist, og ég er bara, hún segir hérna, pretty much wear the same thing all the time. Ok, ég ætla að vera að tala bara að picka enni outfit, skilur. Nei, þetta er bara svona, þá er þetta tilbúið. Já, það er úrst að þægilegt. Ég ger þetta líka, ég ger þetta líka ef ég er að vakna svona snemma, þá er bara íþróttatoppurinn, bólur og buxur. Og þá er þetta bara fyrsta sem hún gerir. Ég bara grípi þetta fyrir þetta. Þú veist, það er svo leiðilegt að þurfa eitthvað, hvað er nærbúsir, hvað er sokkar, hvað er toppurinn minn. Það er mjög góða punktur. Þannig að hún gerir þetta. Og hún segjum svo að þetta sé skóladagur, þú veist, hjá krakkanum. Þá, hún fer á æfingu hérna 6:00 og hún æfir í klukkutíma. Hún vekur krakkana klukkan 7:05. Nákvæmt. Og hvar eru svo 5 mínútur? Já, hvað er það að gera í svo 5 mínútur? Kannski fyrir henni styrst. Já, hún verður örugglega styrst eða eitthvað, ég veit ekki. Það er 5 mínútur. Bara halda að styrsta henni til lengur tíma. Já, true. Hún er örugglega bara að skrúpa sig í einhverju gullegu og eitthvað. Já. Þau fá sér öll morgumat saman þegar hún er búin að vekja krakkana. Og hún segir, ég vanlega tek krakkana saman og fer svo með þá í skólan. Hún keyrir í skólan, kemur heim og byrja daginn sinn. Og hún segir, venjulega erum við, þú veist, kannski að taka upp fyrir keeping up. Og þá þarf ég að, þú veist, fara í hair and make-up. Þannig að hún er með glam klukkan 9:30 og er ready að byrja að taka upp klukkan 11. 1,5 tími í glam. Já. That's a lot of glam. Þú veist, enda lítur hún fárlega vel út alltaf. True. En við venjulega fólki hefum ekki tíma fyrir þetta. Nei, þú veist, bara pæla að hún er með fólk í þessu. Og það tekur samt 1,5 tíma. Já. Og það er auðvitað ein mannski að gera hárið önnur andlitið og hinn að velja átfitt, skilur. En þetta er auðvitað með sturtunni. Það hlýtur að vera með sturtunni. Ætlum að sé bara eitthvað sveitt að skulda börnunum með það. Já. Fyrir bara eitthvað easy hættupeysu. Já. Ég fíla að gera hana meira svona real. Já. Það er ekki sturtu strax, sko. Nei. Og svo segir hún, þú veist, ef hún er ekki að fara að taka upp, þú veist, fyrir keeping up, þú veist, þá er hún með eitthvað fundi og byrja daginn þannig. Hún segir, í fullkomnu heimi var ég til að fara að snemma að sofa, en, þú veist, á kvöldin, en að því að hún er að læra lögfræði og er, þú veist, er í því að ferli, þá eyðir hún kvöldunum sínum í því að lesa. Og hún segir, dagurinn vanlega fyrir það að, þú veist, dagarnir að hún fyrir nokkra sinnum niður á skrifstofu, lögfræðskrifstofu, hún þarf að mæta þar x oft til þess að qualifya fyrir þetta nám. Og svo, þú veist, tekur hún kannski upp hinn og dagann á milli. Flest kvöld er ég búin eftir kvöldmatt og sérst að vinna eða upp á lögfræðiskrifstofu og hún gerir krakkana reddi fyrir bara að fara að sofa, lesa bækur fyrir þau og svona og svo fyrir hún aftur að læra til cirka 11. Sett. Já, svo hún fær ekki nú sett, sko. Nei. Blessunin. Svo var ég mitt spurt sem er fast ógeðslega góð punktur og það er svona nótaði þetta niður en það hjá mig líka. En það var spurt hvernig höndlar það að vera svona overwhelmed? Hvað myndi segja overwhelmed var í íslensku svona bara yfirþyrmandi? Já, bara svona, þú veist, hvernig passar að þetta sé ekki allt yfirþyrmandi? Hún er 4 börn, hún er að taka upp þætti og hún er að læra lögfræði.
og mér finnst það koma skemmtilega óvart en hún segi, ég rosalega stór aðdánd af CBD. Hvað það? Það þarna, þú veist, olían. Já, svona, einhver svona grassólja. Já, það náttúrulega engin víma í þessu. Nei, er það verkjastillandi eða? Nei, þetta bara róandi, þetta bara, kannski bara pínu svo magnesium, skilur. Okay. Svona róandi fyrir vöðva, sko. Og er CBD lögulegt í Brunningi LA? Það lögulegt alls þar. Lögulegt hérna í Íslandi. What? Það það kemur úr sömu plönt og gras, en það er engin víma í þessu. Nei. Svo þetta, þú veist, já, þetta kemur úr nákvæmlega sömu plöntu, en þetta aspekt af því. Já, þetta oft í svona sömum snirtuvörum og okkur svona líka. Já, að byrja að setja þetta í það líka, skilur. Já, ég hef heyrt þetta. En olían er aðalega svona, þú veist. Og hvað setur hún bara, droppa onni kaffisitt eða tunguna sína, eitthvað þannig. Interesting. Já, og hún segir, hún byrjaði á þessu þegar hún byrjaði í lögfræði og þú veist, átti þá samtíma var að byrja í lögfræði, eignast hún 4. barnið sitt. Og hún sagði, þú veist, þetta var svona, hún hélt bara hún væri ekki að fara að hafa tíma fyrir þetta, þú veist, allt saman. Og þá byrjaði hún svolítið að gera þetta á kvöldin eftir hún var búin og náði þá hvernig bara betur að róa sig niður og gíra sig niður í svefn og þannig, þú veist, þá var hún ekki svona eins. Bara basically sem melatonin eða eitthvað þannig? Já, basically, eða þú veist. Hjálpa manni að slaka á og eitthvað? Já, bara slaka á, þú veist, bara vera róleg. Kannski hjálpar eitthvað einmitt. Interesting. Já, og hún sagði, þú veist, eftir hún nýbúin eignast 4. barnið og hann Solm okkar, að þá komum svona tími þegar sem hún náði ekki að sjá sjálfa sig svolítið mikið og þá var þetta ógeðslega mikið hjálp og þú veist, náði hún að róast og hún náði að slaka á og svona á kvöldin, en hún sagði að hún hafi nýlega farið síðan, þú veist, farið í spa og farið í nudd og hún sagði að það var bara game changer, sko. Maður verður að muna að sjá sjálfa sig. True. Gott að vera í spa. Já, gott að vera í spa. Elsku spa. Ok. Kim K. Alveg með þetta, sko. Já. Ég get alveg pröfað þessu rútínu. Já, ég get alveg pröfað hana, sko. Ok. Næst þegar mér Oprah. Það sem hún gerir. Sko, queen. Hún hugleiðir. Já, það er mitt. Það er eitthvað sem ég hef aldrei lagt í. Ég ekki heldur. Mér langar ákslega. Líka. Hvað er að okkur? En ég er alltaf bara svona, hvað gerir maður? Já, þú veist. En maður bara setja hugsa. Ég hugsa allan daginn, sko. Ég líka. Er ég þá að huglega allan daginn? Nei. Þú þarft að vera með ykkur eitthvað svona, bara alveg rými og bara svona, ég veit ekki, tónlist eða eitthvað. Já, ég bara kann ekki huglega. Við erum að fá okkur eitthvað svona, það er til svona meditation app eða eitthvað. Já, hann að Calm app. Já. Ég fyrir hans inn á eftir. Tjekkum á þessu eftir. Þetta ég held sér úslega gott fyrir alla, sko. Ég held þessi ógeðslega mikið bara game changer, sko. Það hjálpar til að draga úr streitu, bæta framleiðni, efla sköpun og viðhalda almenni vellíðan. Sem hann hefa Oprah gerir þetta. Nákvæmlega. Það verður stað mikið sem, sko. Og já, hún gerir þetta hverjum einstu degi, 20 mínútur hverjum mótni. Kósi. Það er mikið, sko. Það er langur tími. Og það er eiginlega að vakna 20 mínútur fyrir. Já, þannig sér það. Ég myndi ekki hafa tíma fyrir þetta. Nei. En hún sleppir ekki fríum eða svona holidays nýja helgum. Hún gerir þetta alla daga. Já. Og ef hún er að flýta sér þá huglir hún í 10-12 mínútur. Ég geti ímyndum mér að gera það. Já. En hún gerir það þá 2 á dag. Já. Sem snið, sko. Mjög snið, sko. Ég var til að byrja á 5 mínútum, sjá hvernig þetta er. Ég held að ég hafi eitthvað tíma að pröfa svona app. Já, kannski var það Calm með eitthvað. Og ég var bara, þessi 30 sekundur var ég bara að slökka það. Já. Svo maður svo óþolumóður. Við eigum það saman, sko. Við erum báðar svo örar. Já. Já, við erum ekki hana. Já, eða tímanum mínum ég að gera þetta. Já, ég er bara að setja að hugsa, við gera sinna. Eitthvað. I can do this when I'm sleeping. Já. Þessu bestu mómenti sem við höfum, veistu, því við erum alltaf einmitt eitthvað svona að gera eitthvað, þú veist, eitthvað, er þegar við þurfum að vera saman í bíl og þá getum við bara setja og spjallað. Já. Þá erum við bara svona, ok. Það er ekkert annars við getum verið að gera. Nei, þú veist, þá svona, erum við bara basically að funda pínu þar. Það er svona, þú veist, þegar við erum saman í bíl. Bílamomentin okkar er mjög mikilvæg, sko. Það er mjög mikilvæg. Ok, hvað næstu þér? Herru, ég er með Kylie Jenner. Hún sagði, þetta er svona viðtal frá, hún var að tala við Harper Bazaar tímariti, þetta er frá 2019 þannig að þú veist, þetta gæti hafa brist en hún segir að hún vakna alltaf snemma og hún segist ekki geta sofið lengur en til 8 þannig að það er svona, þú veist já, ég skilja ég líka, þú veist, kannski svona 9 hjá mér, 9-10 9-10 hjá mér líka en ég skilji hún er móðir og já, nákvæmlega kannski breyðist þetta
hún vill alltaf hafa kveikt á Arneldunum í herbygginu sínu. Það bara kveikt meðan hún sefur. Alvöru Arneldur? Þetta svona, ég veit það ekki. Heldur þetta sé svona, þú veist, sjónvarp eða? Hún með allan einhvern Arneld þarna niðri, sko, maður séð hann á myndum, en ég veit ekki, þú veist, og það gler fyrir, þannig að þú veist, það ekki að fara að koma, ég veit ekki hvort það sé feik þá, eða alvöru. Hlýtur alvöru. Já, pottitt. Hann er svona brútalegur með hann gangi allir nóttina, ég fær svona maður kvíða bara að hugsa það. Já. Hvað ef? True. Þetta eitthvað svona hátækni eitthvað. Já. Hann slekkur og glásir með nótt og svo kveikir áður hún vaknar. Pottið eitthvað þannig. En hún allan, þú veist, henni finnst það rosalega kósí. Hún vaknar snemma. Hún mála sig og svo fær hún sér morgumat. Eftir að mála sig? Já. Þannig að hún fer inn á bað og mála sig. Hún er ekkert að æfa? Nei, sko, hún ef hún er ekki upptekin þann daginn eða þann morgun, þá tekur hún æfingu, en hún æfir ekki daglega. Og hún er oft sagt það. Já. Hún er aldrei gefið sér út fyrir að vera eitthvað sem bara gott, skilur. Það var bara svona, ok, þá vitum við bara að þú ert ógeðislega genaheppin eða búin að láta gera eitthvað þig. Bara fæn, skilur. Bara, whatever. Já, en þú ert allan ekki að þykjast vera alltaf að æfa, skilur, sem er þá bara geggjað, bara embrace it. Ég finnst hún alltaf verið ótrúlega grönn. Já, og sumir er bara þannig. Yngri og þannig. Hún er bara með þannig gen. En allan, hún ef hún er ekki ofið upptekinn, þá tekur hún morgunæfingu en hún æfir ekki daglega. En hún mála sig og hún fer bara inn í svona sér herbyggi sem bara svona glam station. Þetta er ekki bara herbyggi, þetta er bara svona glam herbyggi. Dream. Sest hann niður. Svo fær hún sér morgumat sem er yfirleitt egg. Og á þessum tíma var hún að fá sér, þetta breytist náttúrulega, en hún var að fá sér mikið egg og hrísgrjón. Ok. Spes morgumatur. Já. Skrítið, Bretarnir og Amerikanir borða svona þungan morgumat. Já. Ég er ekki þar, sko. Nei, ég heldur, ég geta ekki. Ég er til í þetta í hádegismat. Já, ég skal frekar taka þungan hádegismat. Og svo fær hún sér 2-faldan americano með möndlumjólk. Það er enda samtal hljómar ógeðslega vel. Hún les síðan SMS-i sína á meðan hún borðar morgumatinn. Hún segir að því að hún er svo ógeðslega mörgum svona group chats, eins og fjölskyldunni sína þannig, hann að hún fer yfir það á mótnana. Það er líka að þú veist alltaf eitthvað að gerast, eitthvað svona, og sáu þessa frétt, þú getur ímyndaðir. Svo líka ég las eftir að hún er í þessu grúpu með öllum nema Scott og svo öllum nema Rob og þú veist, og svo öllum systrunum. Já. Það er alltaf svona margar mismunandi, allt sama fólkið. Svona bóðið því, þú veist, eins og grúptætti með kannski, þú veist, gendersystkinu sínum. Sem að, þú veist. Nákvæmlega. Og það er alveg, mikið að gera. En hún gerir það á móðana. Já. Meðan hún er að borða morgunmatinn, drekka kaffi sitt. Og svo er hún yfirleitt alltaf með morgunfunda með Kylie Cosmetics teiminu. Þú veist, og tekur fund með þeim og fer yfir stöðuna og svona. Og eins og sagði hún tók fram ef hún var ekki of upptekinn á mótana, þá tekur hún æfingu en hún æfir ekki daglega. Og svo er seinni partinn hennar alltaf frekar laus. Nice. Já. En núna, þú veist, hún segi áður fyrir var það yfirleitt eitt með fjölskyldu og vinum, en núna er þetta aðalega með Stormi. Já. Þá þegar hún er búin í skólanum sínum og Stormi. Geggjað. Þannig já, þetta er bara... Það er ekkert betra en laus eftir middagur. Nei. Það er svo næs. Ekkert betra. En maður er búin að öllu svona í kringum... Ég til að klára allt morguninn og bara chilla. Já, svo bara finna mér eitthvað að gera. Ég sammála það, sko. Það er svo geðvitt. En já. Þetta var hennar. Hún er ekki alveg að busy og systir sín Kim, en þetta hljómar mun betur, finnst mér. Svo chillaði dagur eitthvað. Það er líka bara einhvern veginn svona miklu meira reachable, skilja. Hún ekki að segjast vakna 5:45 og... Nei, mitt. Og eitthvað svona. En næsta hjá mér, Jennifer Aniston. Hennar aðalráð er að vakna snemma. Já, það var... Nei. Og hún vaknar á hverjum einasta degi klukkan 4:30. Og byrjar strax. 4:30, það er ennþá nótt, sko. Það er ekki að vakna snemma, það er að vakna í miðnótt. Hún byrjar þá strax að gera morgunrútinu sína. Já. Hluti af morgunrútinu hennar er að þvo andlitið með sápu, drekka heitt vatn með sítrónu, fá sér morgun smoothie, hugleiði sér svo í 20 mínútur, svo tekur hún æfingu eða æfingar nánar tiltækið. Hún hittir þjálfara sinn og tekur 30 mínútur spinning, svo 40 mínútur jóga. Og svo lyftir hún sjálf. Vá! Eða fer á hlaupbretti. Þetta er ekkert skrítið, hún lítur svona vel út. Ángurins. Ef að þetta sem hún leggur á sig. Ég er að fara ekki hægt á mig til að líta út þessu hún, sko. Já, bara hvenær ef að byrja?
Bara strax. Það? Já. Þú ætlar að halda hún hefur alltaf verið í góðu formi, sko. Alltaf. Ég hef aldrei séð hana í slæmi formi, sko. Svona myndin hana Meet the Millers, eða hvað sem heitir, We Are the Millers. Bara það grínast, eða? Friends bara, Já, Friends var náttúrulega ung. Hún var svo ung, já, en þannig að þessi myndir, hvað hún 3, 4 ára, 5 ára gömul eða eitthvað. Já, og hún var bara ennþá bara eins og hún væri 20, sko. Það enda fært. Rugl, sko. Goals. En að vakna snemma gerir henni kleift að komast í gang fyrir daginn og hafa góðan tíma áður en hún fer í vinna. Já, held ekki að þetta er mikilvægt samt fyrir fólk sem busy allan daginn að þetta er bara þitt, skilur við. Hún fer örugglega bara snemma að sofa í staðinn. Samt svo ósakend gagnvart okkur hinum sem að vinna ekki svona vinnu, skilur við. Við erum ekki með þjálfara sem mætir heim til okkar klukkan 4:30 eða við erum ekki með... En hún fer samt svo í ræktina, sko. Hún að mæti jóga og spinning með þjálfaranum, svo fer hún í ræktina. Sem gerir þetta bara heima á sér, sko. Já, ok. Hún alltaf segir to a gym, ekki to my gym. Hlýtur að gym en hún ekki með spinning class tíma og jógaherbyggi heima á sér. Hún ekki það. Jú. Það? Já. Á átó, sko. Hún með bara svona Pentagon hjól sem spinning class inni og hún bara ítur á play og hún bara hjóla spinning class. Ég var hugsa bara þurfti að vera 20 hjól til þess að sé spinning class. Já, nei, þú veist, ég held hún rætti þessu frekar en ég held hún gæti nú alveg verið að fara eitthvað í ræktina spinning og eitthvað hitt þjálfara sinn. Já, það sumir sem að vilja bara fara af heimilinu fyrir þetta. Það gæti alveg verið, en ég myndi giska á þessi eins en það vissulega getur verið, sko. En samt bara svona ég segi, mér finnst alltaf svona það er svo erfitt fyrir okkur meðal Joe, bara out there sem við þurfum að mæta í vinnu og svona, og þú veist, eins og hún stundum hún ekki í bíómyndum skilur við, þannig að þá bara getur hún tekið hana morgun, hún getur gert allt þetta og svo getur hún chilla restina. Já, en það er bara eins með fólk sem byrja sumafrí. Já, hún er kannski að taka upp myndir allt sumarið. Já, það er enda fálega góð punktur. Þetta er bara alveg eins. Ég er að reyna sannfæra sjálf mig, ég geti þetta ekki. Þú getur þetta alveg, sko. En þetta er bara, þetta er metnaður og þess vegna getur maður líka ekki sett út á þú veist, maður getur ekki verið bara svona, þetta er bara lítið að gera. Ef að þetta er það sem hún leggur á sig, þá skilur hvernig hún líður út. Hún er ástakur hún vaknar 4:30 í staðinn fyrir 8:30, skilur. Það er því hún þarf að koma sér í daginn sinn svona. Hún lítur að fara snemma að sofa. Já, það sem ég segi. Hún fer örugglega mjög snemma að sofa. Bara leið hún kemur heim. Hún á náttúrulega ekki börn eða neitt þannig. Nei. Þægilegt. Ég var að hugsa bara næs. Það þarf ekki að pæla neinu. Ekki nefnir að raska það sjálfur. Það er ekki skrítið. Hún er bara eitthvað 10 out of 10, sko. Já, ámdjóks. Hún hefur bara tíma til að sitja bara að segja alltaf í fyrst. Alltaf. Nice. Queen. I like it. Já. Er ég með Victoria Beckham? Já, ég líka. Hún senst í mér. Já. Ok. Hvað er með hana? Hún vaknar 6. Og áður hún borðar eitthvað, þá fær hún sér 2 matskeiðar? Já, matskeiðar. Eplæðið ekki. Hefurðu pröfað? Já, hefurðu pröfað? Já, en ég man samt alveg langt síðan, sko. Ég hef ógeðslega oft keypt mér eplæðið svo bara miklað. Já, ég tók þetta á þessu þegar ég var New Year, New Me í fyrra og keypti þetta í Boston. Maður byrjar alltaf ok, núna ætla ég að byrja kaupir sér eplæðið eitthvað og svo borða maður það ekki. Þetta er ógeðslegt. Þetta er ógeðslegt. Ég verði til að pröfa þetta aftur. Þetta var rosalega gott fyrir meltinguna. Og þetta var það. Já, það? Já, þetta var það, sko. Þetta var, þú veist, og maður fann það alveg, hvernig bara hlutinni fóru hraðar í gegnum hann og þetta er bara, þú veist, en þetta er bara svo ógeðslegt að bragðið. Ég er náttúrulega ekki að gera það núna því ég veit bara ekki hvort ég megi það. Nei, ég veit ekki heldur. Skulum ekki gera það strax. Hún myndir ekki að sparka sko í mig. Hvað fokkar hún að sparka? En svo býður hún til smoothie fyrir sjálfa sig og fyrir krakkana sína og þetta er fáralega girnilegur smoothie. Mér finnst það líka. Það er allir bara í svo frétt sem ég las bara sumi vilja fá kaffi en hún fær sér grænt skrýmsli eitthvað. Þetta hljómar ógeðslega vel. Þetta hljómar ógeðslega vel, sko. Þetta eru epli, kíví, sítróna, spínat, brokkoli og chia seeds. Ég hef aldrei sett brokkoli í boost. Ekki heldur. En ég get alveg ímyndað mér að þú finnur ekkert frið. Nei, það er ekkert það sterkt. Nei, ég set óslátt grænkál og maður myndi halda að það var ekki bragðsterkt en það er bara geðið gott. Og það er ógeðslega gott bragð spínati í boostum. Ógeðslega, ég elska græna drykki. Það er bara
uppáhaldsdrykkin mín, sko. Og þú ert með svo ógeðslega sætt með kífi og sítrónun á móti að þú veist, það drepur út þetta brokkolibragð. Þannig ég held þessi ógeðslega góður. Ok. Við erum þess að fara að pröfa þannig líka. Jöp, ándjóks. En hún æfir síðan, ekki einu sinni, heldur 2 svar. Queen. Duglega mín, sko. Hún segir að hún fyrst gerir klukktíma hún fyrst fyrir klukktíma í ræktina áður en hún borðar með börnunum sínum og svo fer hún með þau í skólanum svona og þá tekur hún annan klukkutíma áður en hún fyrir upp á skrifstofu. Í ræktinni. Hún segir, I am very disciplined. Já, hún mjög svona með góða stjórn á sjálfu sér. Já. Og hún segir einmitt þarna eins og vorum að ræða hana, þetta svona eini dagurinn á tímanum sem, eða þetta tímar á dag. Einu tíminn á deginum sem hún svona hefur bara út af fyrir sjálfa sig. Já, það er okkur næs. Hún pottet með gym heima á sér. Hún er Beckham. Já. Átó. Og ég get ímyndið mér bara hvað það er ógeðslega næs hana inni og ég gæti örugglega svona 4 tíma inn á okkur dag, sko. Já. Ef ég ætti ógeðslega næs gym heima mér sem jafn langt í burtu frá mér og fucking eldur sem mitt, lofar ég væri betra formi. Bara með góðri svona dagsbirtu og lýsingu og allt hvítt og svona notalegt. Já, og loftgæðin bara ógeðslega góð að fá ferskt loft inn. Alltaf kalt vatn í ísskápnum að því að þeir fá ekki kranavatn og úti. Oh my god. Bara öll tæki sig og þarft. Já, og geggja hátalakerfi. Og svona lítil hangklæði sem er kælt. Já, sem getur svona með svona eitthvað góður líkt. Já, og það er eitthvað sem dempar fyrir þig. Sveitt. Já, I wish. Þá myndi ég vera dugleg. Já, ég líka. Þú ert dugleg en... Já, nei, þá myndi ég fyrst vera dugleg, sko. Já. Æjæjæj. Erstu með fleiri? Nei, þetta semst sem er. Ok. Þá ég er með Rosie Huntington Whitley, fræga módeli. Hún er sko supermodel. Hún sagði Harper's Bazaar sína rútinu einu sinni. Og hún sagði, ég vakna klukkan 6 og hún eyðir smá tíma upp í rúmi að kúra með hundunum sínum. Cozy. Mood. Svo gerur hún morning skincare routine. Hún er gift Jason Statham þessi. Aha. Já. Hvað er það aftur? Jason Statham? Já. Veistu það? Byrjum að sjá mynda hann. Þessi gæi? Já, þessi gæi, já. Bara Fast and Furious. Já, einmitt. Ég hún er svo mikið babe, sko. Hún er alveg skvís. En hún hún er eina af þessum fáu sem er búin að taka fram, já, ég gerir skincare morning routine. Það er allar að gera það, en hún er eina sem segir það. Það er greinilega henni mjög heilagt. Já. Maður veit alveg að Kim og Kylie gera það, skilur, en það er ekkert eitthvað endilega að taka mikið fram. Nei, einmitt. Skrítið að Kylie gera það ekki, sérstaklega bara með því að promóta sig það í brandana. Já, 2019 var hann ekki komið með Kylie Skin. Eða þú veist, þetta er örugglega í byrjun 2019 hann er ekki komið það þá. En allavega, hún segir að hún bara eða smá tími í rúmi með hundarnir sínum sem er ógeðslega heilsteypt og krútlegt og relatable. Og svo gerir hún skincare routine og svo chuggar hún bottle of water. Ok. Bara ég er að gera það líka, en maður á ekki að chugga. Nei, maður á ekki að chugga. Eins mikið og það maður er svona, ok, ég ætla að klára hennar lítið hérna, þá er það ekki gott fyrir mann að chugga það, sko. Ekki? Nei. Frekar taka það í svona minni skömmtum. Ok. Já. Og svo fær hún sér kaffibolla og sem hún segir ég er algjörlega useless án kaffibolla. Tengjum. Já, fyrir morgumat þá fær hún sér scrambled eggs á bara ristabrauð eða jógurt með fullt af granola. Mér langar eiginlega bara að vera hún núna. Mér líka, mér það hljómar ógeðslega vel. Það er bara ekki cozy eitthvað. Já, og svo segir hún stundum er það svona breakfast muffin, svona muffin úr svona, þú veist, eggjum og höfrum og þannig. Það er svo fárlega fucking gott. Ég fíl ekki svona omelettu vibes. Nei, þetta er ekki omelettu vibes. En er þetta ekki bara basically omeletta nema í muffin formi? Nei, það er mikið egg og eitthvað. Þetta er, þú veist, havrar, banani. Þetta er svona þannig. Já. Manst ekki. Alltaf ég verður klass og bágur svo gott, sko. Er það grínist? Ég bara hugsa um það, sko. Og svo með bláberjum. Ég sagði egg og eitthvað. Ég held að vera að tala um hérna. Já. Eggjumuffins. Nei, bara svona. En já, það er gett. Það var gott líka að setja prótín út í það og eitthvað. Baka þannig. Og sko, þegar vorum að vinna í verklass. Ég finn lyktina af henni, ég sverða það, sko. Ég veit það. Og veist hvað, ég var stundum að gera í verklass. Það er náttúrulega ekki holdt. Maður ekki gera það mannana. En ég var að gera það þegar það var svo gott. Það voru að hita það. Já, svo smjör. Það er alltaf leið. En hún fær sér stundum breakfast muffin, þannig að þú veist, vákon er í leitaból með við, þú veist, hvað maður myndi kannski ekki halda hún væri í leitaból, og grænan djús með. Love it.
elska. Ég oft skoða svona, mér finnst ótrúlega áhugavert að vita hvað svona módel að borða á daginn svona, what I eat in a day er bara skemmtilega sem ég veit. Já. Og ég var að skoða svona módel og þær borða bara nákvæmlega saman og maður er að borða, sko. Já, og einmitt eins og hún segir, þú veist, hún fær sér hann á mótnana brauð með, þú veist, bara svona rista brauð með scrambled eggs. Það er ekkert óhollt að fá sér brauð svona snemma. Nei. Það bara sérst ekki að borða brauð gegnum allan fókin daginn, skilur. Það er bara gott og træðaríkt og góð kálvetni, eða sem maður þarf kálvetni og bara svo lengi sem maður sé ekki að bara brauð í öllu, skilur, eða brauð í öllu og sleppa öllum öðrum kálvetnum, skilur. Og svo kannski veit hún, og sem hún segir stundum er það jógúrt með granóla, kannski veit hún að í dag er ég að fara út að borða í kvöld eða eitthvað og ég mun borða kálvetniríkan kvöldmat í kvöld. Skipulag þetta er bara skipulag og líka svo náttúrulega ef þú æfir og þú veist, sérstaklega ef þú æfir þá þarftu eitthvað kolvetni fyrir. Þá bara þarftu að pæla í þessu, sko. Það þarftu ekki að pæla í þessu. Nei, ég pæla eiginlega ekkert í þessu þegar ég tek æfingu, en ef ég er ekki að taka æfingu kannski nokkra daga, þá pæla ég svona aðeins í þessu. Einmitt. Svo fer hún aftur upp í rúm og chillar aðeins með hundunum sínum og er þá að svona skrolla í gegnum e-mail sín og catch up á svona fréttamiðlum og þannig. Og er hún búin að taka æfingu? Nei, hún er ekki búin að taka æfingu, sko. Og svo segir hún bara, já, svo fer hún úr húsinu til þess að vinna eða svona bara stúsast og hún segir að hún taki hann cirka 10 mínútur að velja sér outfit alla mótna, en það er yfirleitt bara þú veist gallabúsur og t-shirt og blazer og svo bara svona booties, skór. Booties? Booties. Já, stendur booties. Booties? Ég veit ekki hvað. En já, bara booties, skilur. Já. Bara, hún er bara geggjur típa, en hún tekur ekkert fram að það sé í dagleg rútínunnar að æfa. Interesting. Þannig að þú veist það er bara svo gott fyrir líkamann og sálina að æfa fyrst mér. Mér finnst það skrítið að heyra að fólk svona fólk taki ekki alltaf æfingu. Einmitt. Svo er ég með eitindi viðbót og og ég hugsa að við þurfum að vera með eitthvað jafnrétti hérna og fann eitt strák. Oh my god, ég er ekki með eitt strák. Nei, en það er ekki að því að við höfum stráka, við elskum stráka. Já, bara. Það er bara því þeir eru ekkert mikið að segja rútínum. Nei, það er rétt, ég googlaði bara celebrity routines, sko, og það kom engin kallmaður hann inni. Þeir eru ekkert mikið að, þú veist, einmitt bara tjási þetta. Ég veit að, þú veist, það er alveg, margir eins og hvað heitir hann? Mark Wahlberg hefur Dwayne, Kevin Hart, þú veist. Við erum að taka þá alla bara næst eða eitthvað. 100%, en það er eitt sem ég tók hérna niður og ég bara sérstaklega googlaði hans bara, hvað gerir LeBron James? Ok, interesting. Það hann er ógeðslega góður íþróttamæður og hann er í flottu formi og þú veist, bara flottur, sko. Já. Hann vaknar klukkan 5 en hann segir ég næ alltaf 8-9 tíma svefn. Ég fíla það. Já. Svo lengi sem hún er svefninum. Já, svo lengi sem hún er svefninum. Þá er ég til að vatni svona snemma. Ég er alveg sammálaður. Það er ekkert mikilvægra krakkar í heiminum en svefn. En hann segir líka, sem ég veist ógislega relatable skemmtilegt, hann segir að hann tekur sér marga lúra yfir daginn. Lilla nepparing. Já, he's a little nap queen. Ok, ég sé það ekki fyrir mér, LeBron James að taka naps bara. Ég sé það samt fyrir mér, mér finnst ótrúlega margir íþróttumenn einmitt vera alltaf svona dauðir í eitthvað svona tracks út upp í sófu og sér. Reyndars. Hann er líka bara svona bánsalegur eitthvað. Já. Það er bara að finna, ég sé bara fyrir mér svona kotti, blanket, svona alveg wrapped og svona í sófanum. Það er oft íþróttamenn sem eru miklu, svo ertu með gæði eins og Kevin Hart, svo fárlega ég ekki ímynda mér að hann taki sér neppu í daginn. Nei. Hann bara vaknar og er bara, eitthvað hefða, bara á hverjum high speed allan daginn. En svo ertu bara með svona íþróttamenn sem bara svona, ég vaknar 5. Þeir taka líka bara svona 4 tíma æfingar eða eitthvað, skilur. Og leggja sér svo bara. Væntanlega. Þú ert búin að vinna fyrir þessum naps, sko. Nákvæmlega. Og þetta er vinnaðinn, þannig að þú ert ekki eitthvað að mæta í vinnu eða eitthvað annað, þannig að nap away. Hann segir þarna í gegnum allt his karriér í körfubolta að það hefur alltaf tekið nokkra lúra yfir daginn og það er 100% hann takir sér lúr ef það er Ég elska að það lúr. Já. Það gera það svo kröftlegt. Nap, skilur Ég sé bara, þetta er svo fyndi orð bara. Já, hann bara 100% ef það er náttúrulega kepp kvöldið. Já. Þá tekur hann lúr þann dag. Og hann segir að svefn sé það mesta bara, það er bara mikilvægasta þegar kemur að því að recovera eftir æfingar og eftir leiki og þannig, já. Og hann segir, þú veist, okkar skipula, þú veist, heldur okkur sem seint upp á kvöldin, skilur, við þurfum að vakna stundum lengi og oft þurfum við síðan að vakna snemma. Þannig að hann segir að það er ekkert betra í þessum heimi
til þess að recovera en svefn og hann greinlega að deila því niður á daginn líka með því að lúra. I love that, sko. En hann með svona specific, sko, hvernig hann vill sofa, þannig að herbergi hans ákveð, hitastig og það þarf að vera alveg svart inn í honum, ekki bara votta dagsljósi og það þarf að slökkva öllum tækjum 30-40 mínútum áður maður fyrir að sofa. Hann bara með fólki því það? Þú veist, hann bara passa sig, það er örugglega ekki sjónvarp inni hjá honum eða, þú veist, og svo bara síminn hans, þú veist, frammi. En hvernig vaknar hann þá? Bóti bankað. Hello, LeBron James. Here's your morning coffee. Já. Just bóti. It's nap number 6. It's over. Já. En hann spilar svona regndetta á laufblöð úr Calm appinu. Til þess að sofa, já. Ég spila alltaf sleep music líka, sko. Ég alltaf með bara svona piano og eitthvað. Það svo cozy, ég tengi þarna, sko. Já. Svo segir hann, þú veist, aðri hluti sem hann gerir í svona daglegu rútínu, þú veist, ef hann ekki að keppa á þannig, bara svona í æfingaferli og þannig, að fara til kýrópraktors og svona, og teygjuæfingar. Hann mikið að teygja og reyna að vera liður. Það gott. Voðalega hann heilst eftir. Já, og svo annað sem hann gerir alla dag, sem svona inn í hans daily routine, að það að hann hugleiðir. Sjálfsögðu. Já. Gæti ekki verið meira heilst eftir. Nei. En þú veist, með Calm appinu segir hann líka. En langar ógeðslega að vita hvað hann borðar á daginn líka. Líka, það svona fokkið mikið, sko. Já, hann örugglega bara að borða og svo hann það sattur að hann verður að taka nep. Hann borða yfir sig. Svo hann æfir svo mikið. Já, hann verður að borða. Hann verður að borða. Þú veist, annars myndi hann bara, þú veist, hverfaði eitthvað. Já. Veit ekki. Ángurins. En já, þetta er skemmtilegt. Gaman að heyra hans LeBron. Já. Við elskum LeBron. Við elskum LeBron. Já. Sko, ef vil ég sjá LeBron, þá gerði Beats auglýsingu. Hefur séð hana? Nei. Beats by Dr. Dre. Já. Sko. Ok, þau gerði auglýsingu. Það búið eyðin á netinu, en ef þú googlar hana, þá finnur hana. Ef þú skrifar bara Beats by Dr. Dre, LeBron James, Home. Og þetta ef þú getur skrifað bara Beats by Dr. Dre, LeBron James, Take Me to Church. Það er lagið sem notað undir. Take Me to Church. Hann að koma aftur inn svona hans hometown, þar sem hann var svona uppalinn og eitthvað. Girl. Svona í rættinni. Besta. Hann svo, maður bara eitthvað, nei, af því að maður bara eitthvað, hvernig ertu með vöðva þarna? Og þetta getur svo lás í gym að því hann bara fyrir skóla sinni þar sem hann byrjaði körfuboltaferilinn og þetta bara getur svona lítið gym og hann bara eitthvað eins og eitthvað fucking býstana með eitthvað heyrnartóla og bara eitthvað trillt lag undir. Ástæðan okkur byrjaði í markaðsfræði, ég var bara eitthvað God damn it. I want to make that advert. Þarna heyrðu það. Ástæðan okkur byrjaði í markaðsfræði út af auglýsingu af LeBron James byrjum á ofan. En þetta var svona bara svona, þú veist, þú horfir á hana mann og þú ert bara, og ég ekki bara að tala útlýslega að segja, bara hann svo mikið góðsögn og þetta bara svo mikið, ég veist, við erum frá að slaka á kamerunni, ég að sína þetta, sko. Já. En þú veist, þetta svo mikið, hann bara svo mikið, já, hann mikið bara einhvern veginn góðsögn, ég get ekki sagt þetta annað, maður bara, wow, hann bara komin heim og það bara fólk, bara, þú veist, hann kemur úr hverfi sem svona fyrir eitthvað fátækt og hann bara svo heilstiftur og svo heyra þetta og hann örugglega búin að lúra rétt fyrir þetta krútlegur eitthvað. Já. King LeBron. Við endum þetta hér. Við ætlum bara að horfa á þetta vídeo. Við sjá næsta. Já, takk fyrir.